Núna erum við komin út í góða veðrið. Mér langaði að gera skemmtilega rétt sem hefur oft kennt við bjórkjúkling. Fólk hugsa bjórkjúklingur, þetta er réttur þannig að bjórdós lítil er sett upp í óæðri endan á kjúkling. Og ég ætlaði að gera fjölskylduvænni útgáfu því að ég ætlaði að nota kók. Svo við skulum bara byrja á marineringunni. Og þá þurfum við eina litla til þessu kók. Og svo er ég hérna með snilldalaust sem er þessi litli rennulásapokar. Og þeir eru góðir í útileguna út af að þú getur sett þetta bara beint í kælibóksina á þess að maður verður að passa að safinn af kjúklingi fer ekki eitthvað á flakk. Ég er hérna með vikt og þetta myndi maður bara vikta kannski heima áður en maður leiða af stað. Og í pokan fer 50 grömm af kók, eða raunir bara hálfur desilítur eða bara slatti ef fólk vill. Fólk hugsa kannski kók og íbjakk. En barbecue-sósa er oftast uppbyggð af sykri, svo við erum nú að nota kókið bara sem grunninn í barbecue-sósu. Og þessa sósu fer 50 líka af ostru-sósu, sem er svona asísk sósa. Og það er líka svona vissur sætleiki í henni. Annað eins fer af sweet chili-sósu. Og við viljum ekki bara hafa eitthvað sætt, við viljum líka eitthvað svona sterkt á móti sem er alltaf grunnurinn í svona til dæmis asíska matreiðslu. Alltaf eitthvað sætt, eitthvað sterkt og eitthvað súrt. Til að fá svona karmesingu utan á kjúklingin, þá ætla ég að fá að læða smá púðursykri. Og það má bara vera eftir smekk eftir hvað mikið, en eftir hvað er meira sykri, þá svona því karmelast utan kjúklingin, svona mariningin. Og hérna erum við komið svona grunna barbecue sósu, að ég ætla að fá að leggja þetta hérna frá mér og ætla að ná í kjúkling. Þannig að ég segi, maður verður að passa safann. Það er svona að maður er í útilegu og það er kannski ekki alltaf vaskur við hendina. Þá er maður bara með nokkra svona einnota hanska í vasanum. Það er ekki gaman að fólk var að lenda í einhverju matareitrun í miðri útilegu. Það er nóg tíman að gera. Ok, við erum komin í hanskan og við erum komin með sér bretti fyrir kjúklinginn. Þá bara tökum við hann upp úr umbúðunum. Það getur ýmislegt fokið og annað slíkt. Svo við bara pössum upp á það. Hérna er oft svona búin að næla saman þessi tveim leggjum. Ég set núna bara kjúklinginn, opna hann og set hann í pokan. Passa allan kjötsafa, losa með það. Og í pokan fer líka náttúrulega salt og pipar. Það má náttúrulega vera aðeins að salta þetta. Þetta er heill kjúklingur, það þarf að vera svolítið ágætt að salt í honum. Pipar. Svo er gott að setja salt og pipar líka þegar byrja að grilla. Þetta er bara raunin til að Þá verður maður að losa hanska líka. Þá er annar hnífur líka. Þetta viljum alveg engar bakteríur að koma. Það er ekkert fínt sax aðeins og við bara aðeins yfir. Merjum. Þetta verður í pokan. Það góða við rennulásapoka. Þá getur maður náttúrulega að loka þeim. Og maður getur þá að nudda mariningunni inn í kjúklingin. Við vorum ekkert búin að blanda henni saman. Þá tekur hún alls staðar. Og þetta er svo grunnurinn að mariningu til að pensla kjúklinginn. Eins og ég sagði áðan, þá verður maður, og núna ætla ég að meðhandla hann aftur, þá þarf maður náttúrulega að fara í nýjan hanska. Ég ætla að taka hann hérna. En þetta við ætlum að hafa kókið sem grunn. Þá ætla ég að fá að setja hérna og ætla að fá að setja aðeins að brjóta í chili. Setja honi í. Og ögna hvítlauk. Kjúklingurinn ætlar að sitja hérna á þessu. Þá fer ég í hanskan. Svo tek ég kjúklinginn varlega. Snýr endan niður. Opna aðeins. Eins og ég segi, þræði kjúklinginn upp í óæðri endan. Svo hann siti fallega og njóti kvöldsins. Þetta hérna nota ég svo sem penslun. Að meðan að grillinu stendur, þá ætla ég að pensla kjúklinginn hérna. Einn og hálfur tími tekur að elda svona kjúkling. Við viljum ekki setja of háan hita og við viljum ekki að brenna utan. Að því bara lágan hita og frekar þá að hafa háan hita öðrum megin og lágan hinum megin ef við viljum fá fallega brúning á kjúklinginn. Ég ætla að kíkja á þetta eftir 1,5 tíma. Kíkjum á þetta. Heyrðu,
Hann er orðinn ansi glæsilegur. Hann er búinn að vera 1,5 tíma á frekar svona rólegu. Ég er búinn að pensla hann jafnóðum og ég bara hlakka til að bara bíta í þetta. Þetta er orðið ansi flott. Svo við segjum bara kók kjúklingur, klárt.